Það voru Grindvíkingar sem fengu fyrsta færið í rokinu í Grindavík í gær. Bogi Rafn Einarsson á þarna bakvarðsspyrnu sem fer fram hjá marki Vals. Fyrsta færi Valsara fékk færiengurinn Kristján Mouritzen en skot hans að marki var auðveldlega varið af Jack Giddens. Fyrsta markið kom hins vegar á 19. mínútu og sjáum við það hér. Arnar Sveinn Geirsson fær boltan eftir, Mattías hafi lagt hann fyrir hann, fellur þarna eiginlega boltan en til Arnar Sveins bestan og hann skorar fyrsta markið í þessum leik eftir tæpar 18 mínútur. Hér fá Valsmenn dauðafæri skömmu eftir markið en Haukur Páll Sigurðsson skóflar boltanum þarna yfir eftir skot Halldórs Kristins Halldórssonar. Annað mark Valsmanna kom á 20. og 9. mínútu. Guðjón Pétur Lýðsson á hér skot. Það fer af varnarmönnum og fellur aftur fyrir Guðjón Pétur og hann fylgir því eftir með þessu laglega skoti, óverjandi fyrir Giddens í marki Grindvíkinga. Hnitmiðað skot utan vítategs frá Guðjóni Pétri og staðan orðin 2-0 fyrir Val. Besta færi Grindvíkinga í fyrri hálfleikunum fékk Scott Ramsey á hér fast skotamarki sem Haraldur Björnsson markvörður Vals slær frá. Staðan í leiklíi var 2-0, Valsmenn fengu fyrsta færið í síðara hálfleik sem var annars bragðdaufur. Jack Giddens verið hér skot Harðar Sveinssonar áður en Mouritzen nær til knattarins. Besta færi Valsmanna í síðara hálfleiknum fékk hins vegar Téður Mouritzen en hann dundraði boltanum lengst yfir á æfingasvæðið úr úrvalsfæri. Bogi Rafn átti svo bestu tilraun Grindvíkinga að marki í síðara hálfleik en skalli hans fór vel fram hjá marki Valsmanna. Óli Baldur Bjarnason fékk svo rautt spjald þegar 2 mínútur voru komnar fram yfir venjulega leiktíma, brýtur hér illa á Hauki Páli Sigurðssyni og þarna virtist nú allt vera sjóða upp úr en Magnús Þórisson dómari var snöggur til, reif Óla Baldur út úr þögunni og sýndi honum umsvifalaust rauða spjaldið. Fleiri mörk voru hins vegar ekki skoruð, úrslitin 2-0 fyrir Val.